Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og ég er búin að fá til mín 2 herramenn í spjallið í dag, en áður en ég byrja að tala við þá vil ég enn og aftur hvetja áhuga fólkum sjávarútvegsmál að styðja við bakið á samstöðinni sem er að gefa okkur tækifæri einu sinni í viku til að ræða sjávarútvegsmál. Styðjiði við bakið á stöðinni með einum eða öðrum hætti. En gestir mínir í kvöld eru Arnar Atlason og Rúnar Björgvinsson. Báðir kunnir og hafa starfað lengi við fiskvinnslu. Og ef ég byrja á þér, Arnar, hvernig líst þér á hlutina eins og þeir eru í dag? Nú var að koma frumvarp frá Hönnu Katrínu breytingu á veiðigjöldum. Hvað ég var að segja? Það verið að hækka þau helming. Já, ég vil nú kannski bara byrja á því að segja að ég styðji frumvarpið. Ég held að það sé mikið atriði að tala skýrt. Já. Og þó svo að hefði ég fengið ráðið þá hefði ég ekki farið þessa leið. En þá tel ég að það sé betra en ekki. Ég tel að það sé alveg ljóst að þessa fjármuni sem er verið að sækja þarna til handar ríkissjóðs séu algjörlega fjármuni sem að þjóðinni ber og ríkinu þar að leiðandi sem handhafa eða fyrir hönd þjóðarinnar. Mér finnst líka mjög mikilvægt sem kemur fram í frumvarpinu, og það er það að það er tekið undir það sem við í samtökum sem ég stend fyrir höfum bent á í áratugi. Og þú stendur fyrir samtökum fiskvinnslufyrirtækja og útflytjenda. Já. Sem eru ekki í útgerð. Nei, ef ég tek kannski bara kynningu á því einu sinni enn, og þá er það sem sagt við erum sérhæfðar fiskvinnslur sem erum ekki í útgerð. Já. Og eru svo að flytja stóru leyti okkar eigin fisk út sjálf og störfum og verslum fyrst og fremst fisk á hinum opna uppboðsmarkaði eða þessum fiskmörkuðum hérna heima eða í beinu viðskiptu við útgerðir. Já, en bróðuparturinn af ykkar hráefnisöflun kemur í gegnum fiskmarkaðan, ekki rétt? Jú, ég get bara að tala fyrir að því ég er framkvæmdastjóri í fiskvinnslufyrirtæki og auðvitað sem vera formaður í mínu samtökum, að við kaupum fisk eingöngu af fiskmörkuðum. Já. Og ég vil bara fá að klára þetta sem ég byrjaði á að frumvarpið sem nú liggur fyrir og er að fara í samráðsgáttina, og Hanna Katrín og Daði kynntu alveg ágætlega í gær. Já. Tekur undir það sem við höfum verið að tala í mörg ár, og samkeppniseftirlitið hefur líka bent á í langan tíma, meðal annars með áliti sem við ítrekað höfum bent á, sem er frá árinu 2012, það er orðið 13 ára gamalt, og það er þessa tvöföldu verðmyndun sem er rótin að svo mörgu slæmu í kerfinu okkar, og þar með talið neikvæð áhrif á veiðileyfagjöldin. Já. En Rúnar, hvernig blasir þetta við hjá þér eða þér? Já, það sem mér finnst nú mikilvægast við þetta, það er það að litlum og meðalstórum útgerðum verði hlíft. Já. Og álögur á þau fyrirtæki verði ekki aukin. Aukast ekki. Nei, og en hins vegar stærri útgerðir, þær hafa bolmagn til þess að greiða meira. Já. Þannig að ég get tekið undir það að þau geta greitt meira til samfélagsins. Já. Það er nú eiginlega öllum ljóst nema kannski gjaldkerunum í þessum fyrirtækjum. Eða eigendum réttara sagt. Það er náttúrulega í eðli málsins að þeir sem í rekstri, þeir reyna að hámarka afkomu sína. Og það má alveg heyra það á framsetningu
þeirra gagnrýni sem komuðu fram núna bara síðan í gær að það bregður greinilega mörgum við og sérstaklega þessum stærri aðilum sem Rúnar vísaði í hérna áðan. En ég held að það sé alveg óhætt að segja það að gagnrýnin og hræðslu áróðurinn fari yfir öll mörk og ég ætla bara að hafna þvert þessum heimsendarspám sem fram hafa komið frá hennum ýmsu aðilum. Já, við skulum bara byrja á byrjunni. Þeir tala bara það að 90% af þeim fiski sem kemur hérna í land, að hann fari bara út í gámum í vinnslu erlendis. Ég myndi það að segja að ef að þessir aðilar treysta sér ekki til að vinna fiskin í landi, þá verða bara aðrir að taka við og það eru fleiri vinnslur í landinu, meðal annars vinnslur án útgerða. Og þær geta aukið verulega við sig. Og gætur raunverulega tekið allan þar fisk sem í boði. Jú, og svo það náttúrulega þannig að auðvitað það ekki þannig að allir fara að flytja fiskin út í gámum. Nei, það það ekki. Þetta svona, það verður bara að segjast eins og að þetta eru bara hótanir. Já, auðvitað þetta það, en einhverjir ræðast það að þessar hótanir og sumir taugaveiklaðir og þekkingalitlir sveitarstjórnarmenn í sveitarfélögum þar sem að útgerðarmennirnir eru jafnvel ráðandi kóngar í ríki sínu og hafa áhrif á sveitarstjórnarmennina að þeir gætu átt eftir að koma einhverjir fram á sjónarsviðið og taka þátt í grátkórnum hjá LIU. Jú. En það þá ekki bara þannig að ef að þessir aðilar treysta sér ekki til að vinna fiskin í landi, á þá ekki bara færa afla heimildunar til þeirra sem treysta sér til þess? Auðvitað væri það rökrétt og skynsamlegt að gera það. En ég hef nú ekki trú á því að þegar á reynir að menn fari eitthvað að gera einhverjar svona hundakúnstir eða að reyna það. En það eru náttúrulega stjórnvöld sem geta gripið inn í ef að koma einhverjar svona alvarlegar hótanir og raunverulega þeir geri það, láta á það reyna. Jú. Ég verð aðeins að fá að nikka á þessu sem Rúnar að segja, að við höfum oft verið að tala um það sem kallast lóðrétt samþættar útgerði sem að stærstu aðilar í útgerð á Íslandi, útgerð og veiðiheimildum eða þessi fyrirtæki, þessi stærstu fyrirtæki eru. Þau eru lóðrétt samþætt fyrirtæki, þau eru með útgerð, veiðiheimildir, vinnslu, sölu fyrirtæki og svo fram eftir göttuna. Og þetta eru stærstu fyrirtæki landsins og þau eru í mörgum tegundum, til dæmis í þorski, með 25% afslátt á fiskverði inn í húsin til sín. Já. Og þetta eitthvað stórkostlega undarlegt þegar verið að með til dæmis þessu frumvarpi og umræður að leiðréttingu á fiskverði verið að leiða því að þeir nálgist að vera samkeppnisfærir, þá fer allt á hliðina. Þá undirliggjandi hótunum það að fiskurverði gámaður, að öll sveitafélögin, að stærst útgerði landsins ætla að leggja niður sveitafélög. Í rauninni. Það hóturinn. En hvað stendur í lögunum? Þeir halda á þessum veiðiheimildum meðal annars með það að leiðarljósi að halda upp í byggðafestu. Já, og byggja upp sveitafélögin. Ekki að því ónefndu, sko. Já. Þannig að ég tilgangur með kvótasetningunni í upphafi var að byggja upp fiskistofnana og byggja upp sterkt atvinnulíf í sveitafélögunum. Já. Þannig ég segi annars vegar þetta, ég nikka þessu sem Rúnar segir, og svo hins vegar það, ef þetta framtíðarsýn stærst útgerð á Íslandi, að það bara minnka þjóðarhaginn með því að flytja öll þessi störf, flytja
alla þessa verðmætasköpun, þeim tíðrættum verðmætasköpun þegar það í afleitum störfum og í skattaspor og ykkur slíku, en þegar það í þeirra eigin störfum eða störfum í atvinnusköpun á Íslandi, þá mjög auðvelt að hóta því að það hverfi og ég segi það hitt sem þarf að bregðast við, það það bara einhvern veginn að setja ívilnun á vinnslu á Íslandi eða einhverjar hömlur við þessum gámaútflutningi. Já, það eru náttúrulega ýmsir möguleikar fyrir hendi að draga úr þessu. Ég segi það bara, áður en þetta kom til, þá hefur gámaútflutningur verið allt og mikill. Já. Þannig að burt sér frá þessum hótunum, þá var komið tími til þess að draga úr. Vitið þið hvað mörg tonn fóru í vinnslu erlendis á síðast ári? Aðeins misvísandi tölur sem ég hef heyrt, en þetta hefur verið að sveiflast í kringum 50.000 tonn á ári undanfarin ár. Já. Og 50.000 tonn, ef við setjum eitthvað samanburð, þá eru 100.000 tonn að fara í gegnum fiskmarkaðan á ári, þannig að það helmingurinn af því sem fer beint út í vinslu erlendis. Vinslu erlendis, en það náttúrulega eru fyrirtæki líka að flytja fisk beint út sem þeir kaupa af sínum eigin skipum á Íslandi. Þessi tala inn í því. Já, þessi tala inn í því. Já, þetta heildar. Þetta heildar, en verðið ekki fiskmarkaðsverð á öllu þessu ráni. Ertu að tala erlendis? Nei, ég meina bara frá Íslandi. Það ekki borgað fyrir þá þessi 50.000 tonn nema helmingin af því eitthvað á fiskmarkaðsverði. Já, sá fiskur sem náttúrulega fer á fiskmarkaðsverði gerður upp til sjómanna á fiskmarkaðsverði. Já, en þegar við erum að tala að útgerðir hérna að kaupa fisk á verðlagsstofuverði og flytja hann út í fiskvinnslur sem eiga erlendis. Þá segir það sér náttúrulega sjálft að þá ertu á öðru verði, öðru markaðsverði. En það bara næst stæðsti ferskfisk útflytjandinn eftir því sem mér sagt og ég hef vitneskju frá Íslandi að gera þetta með þessum hætti. Þannig að hann reynir ekki á markaðsverðið. Hann bara verðlagsstofu verðið sem látið gilda á honum. Jú, þannig að í raunin verið að flytja arðin af auðlindinni út. Í rauninni, já. Og svo verður meiri verðmætasköpun væntanlega í fiskvinnslunni erlendis og þetta kemur aldrei inn í Íslands samfélag. Nei. Ég man eftir því fyrir einhverjum árum síðan og þá hlustaði ég á framkvæmdastjóra fiskmarkaðsins í Grimsby tala mikilvægi þess að fá alla þessa 10.000 tonna af fiski frá Íslandi inn í nærsamfélagi þeirra því að verðmætasköpunin væri svona gríðarlega mikil. Og þó svo ég hafði alveg fulla skilning á því, það var það samt eina sem ég hugsaði, mikið rosalega hefði nú verið gaman ef öll þessi verðmætasköpun hefði orðið á Íslandi. Og öll störfin og allt þetta. Og það alveg rétt hjá þér að þetta ekki mörg fyrirtæki sem eru stór á þessu sviði. Nei. Og ég oft bent pólitíkur sem á það sem ég hef rekist á að það væri nú kannski ágætt kannski bara að byrja því að greina þetta þannig að það væri að horfa á þetta eins öðrum augum í staðin fyrir að vera og vera með réttar tölur og svona og upphæðir og annað þess áttar. En við sjáum það líka bara á síðustu árum hvað vinnslum án útgerða hefur fækkað mikið. Já. Það eru, ég get nefnt á þess að endilega vera tilgreiningu nöfn, en 3 stórar vinnslur með og yfir 100 starfsmenn. Já. Hafa hætt rekstri á síðustu árum. Já. Auk minni vinnsluna. Já. Þannig að þetta afleiðing af þessum mikla útflutningi á heilum fiski. Já, meðal annars, kannski að stæðstum hluta út af því. En þetta en það má reikna með því að öllum þessum
fiskvinnslum án útgerðar vantar meira hráefni í vinnslur og það myndi, og þær sem eru lifandi ennþá gætu margar bætt við sig, sumar alltaf því fjórfaldað sína framleiðslu, sumar tvöfaldað. Það ekki rétt? Jú, kannski líka aðalatrið í þessu öllu saman það að þegar að aukið hráefni hverskins, hvort sem það fiskur eða kartöflur eða hvað það kemst í umferð, að þá verða til vaxtartækifæri. En þegar að eins og við erum með íslenska fiskmarkað sem hrávörumarkað, þegar honum alltaf haldið niðri, eins og við Rúnar þekkjum best, við erum búin að keppa á skortmarkaði síðan að fiskmarkaðinni voru stofnaðar á Íslandi. Síðan 86. Já, en þegar þeir komu til sögunar, þá var þetta bara eins og uppspretta nýsköpunar. Og það einhvern veginn eins og það gleymist alltaf í umræðinni að þessi opni markaður, það sem að allt í einu fyrirtæki og aðilar gátu farið að búa sér til sérþekkingu, gátu, ég stundu kallaði þetta nýsköpunarpott sem myndaðist þarna. Já, það bara þýddi það að menn fóru að vinna keilu eða steinbít eða eitthvað og gátu sérhæft sig í vinnslu á ákveðnum tegundum. Þó það væri ekki í stóru mæli. Það allavega spruttu upp margar vinnslur sem unnu sérhæft, margar vinnslur í flatfiskvinnslu. Þessar vinnslur eru allar meira en minna hættar. Já, það var bara gefist upp. Flatfiskur meira en minna fyrir allur óunninn úr landi. Já. Auðvitað þarf að taka hliðsjón af því að við erum að keppa á einhverjum heimsmarkaði. Jú. En það verður samt líka horfa til þess að það hefur komið fram í umræðinu mikið undanfarið misseri að fiskvinnslur í Evrópusambandinu séu styrktar með einum og öðrum hætti. Og þetta sé erfiður samkeppnisgrundvöllur og annað slíkt. En ég held bara, við höfum ekkert endilega verið að væla undan því, en það má samt horfa til þess, hverja forsendunar eru og ástandið. Jú, en ég náttúrulega hef strögglað á því lengi og sagt hvaða sjávarútvegur meira styrktur heldur en á Íslandi þegar ég tala veiðiheimildirnar og úthlutun þeirra. 28 krónurnar sem þeir þurfa að borga fyrir hvert kíló en geta leikta frá sér og 500 krónur. Og svo annað ef þú selur veiðiheimild upp á 1 tonn af þorski fyrir 7,5 milljón. Það töluverður ríkistyrkur. Hvernig sem á það litið, því þetta sameign þjóðarinnar. Jú. En þetta nú kannski svona auka útúrdúr, en nú bara eru menn að hóta þessu í alvöru og þess vegna maður bara dálítið svona spurningamerki á manni, hvað verður ef þeir láta verða af þessu? Hvað á að gera? Já, nú er verið að hóta því að flytja fiskinn óunninn út til Kína. Já. Ég veit ekki til þess að sé verið að flytja mikinn óunninn fisk út til Kína. Akkur að nefna Kína? Já, það helst heilfristur fiskur frá Noregi sem heilfristur, sko. Heill fiskur frá Íslandi fer fyrst og fremst út til Þýskalands, Hollands og Portugals. Já. Þetta eru stærstu markaðir fyrir heilan fisk frá Íslandi. Já. Ekki eitthvað í Lítáen eða Lettlandi? Þetta eru 3 stærstu markaðarnir. En menn eru að dreifa málinu, sko, með því að vera að nefna Kína og önnur lönd, sko. Þetta ekki að fara á þá markaði. Greta, þú spyr hvað á að gera ef að þeir gera þessa hótun að veruleika. Og það sem að flýgur fyrst í hugun á mér þetta að við erum með þessi stóru fyrirtæki sem eru handhafa veiðiheimilda. Þetta útgerðarfyrirtæki, gríðarlega öflug útgerðarfyrirtæki. Ef að fiskvinnslurnar þeirra eru svona lélegar
að það geti ekki keppt á samkeppnisgrundvelli við minni fyrirtæki eins og okkur og aðra, að þá eiga þessi fyrirtæki kannski ekkert að vera í fiskvinnslu. Það kannski grundvallar atriði. Akkur þurfa þessi stóru fyrirtæki að fá hráefni niðurgreitt inn til sín til þess að geta blómstrað? En þegar þú ert búin að fá það í kannski 30-40 ár á niðurgreittu fiskverði, alltaf lærra heldur en 25-50% lærra hráefnisverði inn í húsi hjá þér, þá bregður þér við þegar þú þarft að fara að keppa. En reyndar hafa þeir verið að keppa við ykkur í suma af þessu stóru fyrirtækjum þegar þeim hefur vantað fisk dag frá degi. Jú, það einmitt á þeim tímu kannski sem skortur á markaðnum. Já. Brælur og annað þess áttar og þeirra skip ekki að fiska. Nei, og þá þetta enn erfiðara fyrir þessar smærri vinslur að ná sér í hráefni. Já. Ég væri alveg til í að fá 25% afslátt á öllu hráefni svona 47-8 vikur á ári og borga svo tvöfalt verð hinar 4. Já, eða kannski dag og dag. Já, eitthvað slíkt. Já. En ég held að þetta hugaða skref sem að var stigið hérna í gær, þó svo ég sé ekki fyllilega sammála leiðinni, Nei. Að þetta kallar á ákveðna uppstokkun. Kannski þetta bara fyrsta skrefið af fleirum sem þarf að stíga. Það sem að ég kannski svona mest gagnrýni á varðandi að hækka bara gjöld, bara svona nánast flatt, að það ekkert kafað ofan í kerfið. Og það sem ég hefði viljað gera sannarlega, og það getur vel að stjórnvöld neyðist þangað, það að kafa ofan í gámótflutningin. Það að kafa hún í fiskverðið. Já, ég veit af hugmyndum það að allir sem ætla að flytja út ferskan fisk, þeir geti ekki gert það í körum, heldur verða að gera það í kössum. Og þar að leiðandi þurfa þeir að taka fisk upp úr körunum og setja þá í kassa. Ég veit ekki hvort að það skiptir einhverju verulegu máli, en það kostar væntanlega eitthvað að láta gera það, bæði vinnu og svo veit maður ekki hvort að gæðin verða jafn góð þegar þú þarft að reyfa fisk úr körum og setja hann í kassa. Þetta kannski ein leið, en ég sé fyrir mína part að menn eiga bara ganga hreint til verks. Já, sko, það eitthvað, hefur verið í gegnum tíðina eitthvað út af aðild okkar að Evrópska efnahagssvæðinu, eða réttara sagt sem hefur verið að trufla þetta að megi setja auka álugur á fisk sem fyrir gáma og annað þess áttar. Já, en samt það þannig að stjórnvöld, eða þar að segja ríkisvaldi, það útlutar aflaheimildum. Já. Og það getur sagt að fiskur sem fer í útflutning út úr íslensku samfélagi og runnin erlendis, að það sé bara 20% álag. Ef þú flytur úr 10 tonna þorski, að þá reiknast það sem 12 tonn í kvóta eða eitthvað þess áttar. Það hægt. Jú, eða bara það yfir næstu útlutun að þá skerðast þessir aðilar. Já, sem því nemur eða einhverjum hluta. Já. Svo má kannski snúa þessu við að því við erum alltaf að tala að Evrópusambandið sé að ríki styrkja og einn háttið annan. Kannski ættum við kannski þá bara að læra á þeim. Það liggur alveg fyrir að við myndum vinna þessi 50.000 tonnirna heima, þá myndi verða til aukinn þjóðarhagur. Það hlýtur þá að vera hægt að veita ykkur af þeim þjóðarhag til þess að toga þetta hingað þeim alveg á sama hátt og Evrópusambandið að gera. Jú, það eru margar leiðir færar til þess að viljar fyrir hendi að gera þetta, þá höfum við ýmis ráð. Fyrsta skrefi að ákveða að gera eitthvað. Já, að vilja að gera eitthvað. Já. Mér finnst þetta ætti kannski að verða svona
upphafað svona einhverju pólitískri stefnumótun sjávarútveg, því að mér hefur ekki fundist hún alveg vera fyrir hendi að pólitíkusar hafa ekki beint þorað að hafa skoðun, þeir segja bara þetta brilljant góður rekstur og við treystum bara innviðum kerfisins fullkomlega til að skila mestum þjóðarhag. En það þegar að svona hótanir koma fram sem segja bókstaflega við ætlum að minnka þjóðarhaginn með því að flytja meira af þeim fiski út sem við höldum á, að þá segir það sér sjálft að kerfið ekki að virka eins og það á að virka ef að einhverjir aðilar geta ákveðið og stjórnað þjóðarhaginum. Og þessir aðilar nota bene ekki innan stjórnkerfisins. Nei. Þannig ég kalla eftir svona... Þeir eru bara þeirra ánægju og góðvildar aðnjótandi að fá að nýta sameiginlega auðlind þjóðarinnar. Já, það samt erfitt að gagnrýna þann sem í rekstri og hefur starfað innan ramma laga og eftir því regluverki sem til skilur, það erfitt að standa bara og benda á þann. Þess vegna kalla ég miklu frekar eftir því að pólitíkin fari einhvers konar stefnumótun hvort við ætlum að vera hráefnisuppspretta eða hvort við ætlum ekki einungis að vera útgerð heldur líka fiskvinnsluþjóð. Búa okkur til vaxandi þekkingu. Alltaf verið að tala þekkingu og þekkingas uppsprettu í veiðiheimildunum. Já. Ég finnst þetta svona einn annar hlutin af propaganda sem hefur verið í gangi undan hann daga. Mér finnst líka annað bara að það hort alltaf mikið bara á útgerðina. Á vinnsluna. Já, það er en virðisaukin verður náttúrulega til í báðum greinum. Já, en í sjálfu sér þá kemur hráefni í land og skipunum og eftir því sem tekst betur til í vinnslunni, bæði í sambandi við vinnsluna sjálfa á fiskinum og svo söluna á fiskinum eða hráefninu. Þeir eru búin að flagga og gera það við fiskin sem að þú farið mest verð fyrir. Hvort sem það róðlust og beinlust eins og maður segir eða eitthvað skorið í bita eða hvernig sem við segjum það. Akkurat. Stórkostleg vanvirðing fyrir verðmætinu sem verður til við vinnslu og markasetningu sjávarafurða. Það bara landlægt á Íslandi. Ég meina maður hlustar á ráðamenn þjóðarinnar tala bara eins og það komi út á jöfnu hvort við seljum óunninn fisk úr landi eða unninn fisk. Já. Það ótrúlegt að hlusta á þetta. Þetta bara sökum viðskiptafrelsis þá verði bara markaðslögmálið að fá að ráða. Þó svo að það sé þekkt að markaðslögmálin séu skekkt með ríkisstyrkjum. Já. En svo annað sem kemur inn í þetta, það það að það verið að flytja þennan heila fisk út. Hann getur verið af öllum aldri. Já. Og hann kannski í 4 daga á leiðin út. Og það verið að vinna þetta út í Hollandi. Beinni samkeppni við flugfisk frá Íslandi. Já. Og þetta, svo bara verið að leggja þetta á jöfnu, þetta allt íslensku fisk. Já. Og fyrir vikið orðspor íslenska fisksins að falla. Já, það virðist vera miðað við þau verð sem maður heyrir bæði á Spáni og víðar. Englandi, maður hefur fréttir af því að norski fiskurinn sé dýrari heldur en íslenski fiskurinn. Já, hann orðinn dýrari. Já. Yfirleitt var íslenski fiskurinn mun dýrari en norski, en nú norski fiskurinn komin fram úr. Já. Og sjálfsagt eru fleiri þjóðir að nálgast okkur. Þetta held ég að kallist mjög sterkt á við þessa stefnumótun sem ég að tala í sjávarútvegi. Það engin stefna. Nei, það er verið að því við minnumst á Noreg, það að geta bara taka þá umræða eins. Að Noreg var nú tekin að hluta til sem fyrirmynd í þessu veiðileyfafrumvarpi. Það var skoðað verðmyndunina. Já, sérstaklega varðandi uppsjávarfiskinn. Sérstaklega, já. En þar eru þáttamarkaði með hráefni. Það er allur fiskur seldur og uppboði. Þá má það bara deila það hvort það sé gott eða það. En
varðandi þessa hugmynd sem þú ert að tala þá eitt hjá Norðmönnum til algjöra fyrirmyndar og það markaðssetning á laxi. Það eitthvað svona, það allir að tala Tesla sko, en ég myndi miklu frekar vilja tala markaðssetningu Norðmanna á laxi sem algjörlega. Þeir eru að taka ákveðna prósent af öllum útflutnum sjávarafurðum og að nota það í auglýsingaskyni og markaðssetningu á sjávarfangi frá Noregi. Jú, það gildir líka með hvítfiskinn, eins og með þorskinn. Sko, þeir eru massífur í markaðssetningu með... Já, þú átt við laxinn, eins og bæði þorsk og hvítfiskinn. Já. Og og eins og með laxinn. Já, og í dag eru Norðmenn að fá hærra verð fyrir norska hnakka heldur en Íslendingar fyrir íslenska hnakka. Já. Hver hefði trúað þessu fyrir 10 árum? Já, þetta bara þróun sem í gangi og þeir hafa gert þetta með markvissum vinnubrögðum í sambandi við að auglýsa afurðir sínar. En þeir eru náttúrulega að gera þetta á fleiri sviðum. Þeir eru búin að sturta okkur í sambandi við ferðamanna eða túristana. En ég langaði að nefna sérstaklega að því vorum að tala þetta og þetta með hvernig við getum stjórna útflutningi á heilum fiski, að Norðmenn senda einungis út lax af efsta klasa. Allur svokallaður B-fiskur í laxi í Noregi unnin innanlands einhvers konar vinnslu. Þannig að þeir venda framsetningu á útfluttu vörunni. Sem sagt á útflutta laxinum, hann allur fyrstaflokks. Hjá okkur engin stefna, hvorki meðal stjórnvalda eða meðal fyrirtækja í greininni. Nei. Og það kannski þetta sem við, ef við skiljum rétt rúna, sem við erum svolítið að leiða að það vantar einhverja svona heildarsýn. Það líka hægt að vera lítill og góður, maður þarf ekki að vera endilega stór og góður í sjávarútvegi. Það marga leiðir. Og það ekki allt sem vinnst með stærðaraukningu. Nei, það langt frá því. Það langt frá því. Og maður gegnum tíðina sem maður hefur verið að fylgjast með fiskvinnslum, að það hafa verið svo kallaðir bílskúrsverkendur, hafa verið að fá bestu verðin fyrir sína afurð. Kaupa 1-2 tonn á dag og flaka og senda á hótel eða á svona loka eða litla markaði, en hafa verið að fá per kíló bestu verðin. Já, ég held sko bara svona markaðssetningarlega að þegar þú ert að kaupa á uppboðsmarkaði, það sem þú ert að berjast fyrir hverju einustu krónu í afkomunniðinni, að þá ertu í allt annari stöðu. Þá ertu á tánum alla daga. Akkurat. Og það þessi drifkraftur sem ég bara finnst vanta svo stóru leyti í íslenska sjávarútveg. Ég vil ekki endilega ráðast á útgerðirnar okkar sem eru svo framúrskarandi góðar og flottar margar. Mér finnst alltaf að okkur sé stilt upp annarkvort eftir með og móti allt öll. Jú, það þannig og þeir sem eru að gagnrýna hvort sem það eru útgerðina eða fiskveiðistjórna kerfið eða hvað sem að þá eru þeir flokkaðir í liðinu eða ekki. Sko. En auðvitað þarf þetta að vera fjölbreytni. Það þurfa að vera stór og lítil fyrirtæki og helst mörg stór lítil fyrirtæki. En þeim hefur bara fækkað svo mikið að þau eru orðið mjög fá. Já, ég get sagt það að ég búin að vera formaður í þessu fyrirtæki félagi okkar í 8 ár. Og svona mér líður stundum eins og skipstjóra á sökkvandi skipi og hef ekki mikil tök á því að verja það á einn hátt annan heldur en bara tala fyrir okkar hagsmunum. Samþjöppunin hefur verið nokkuð bara taumlaus í íslensku sjávarútvegi og markaðsöflunum, samkeppnishlutanum, honum hefur bara ekkert verið sinn. Ég tala oft þetta álit frá 2012 og ef ég hitti pólitíkus, það bara yppa allir öxlum, sko. Það var mjög skýrt kveðið á og komið með tillögur, samt
þetta samkeppniseftirlit. Það samt hægt að sópa því undir teppi. Já. En mér hefur kannski fundist dálítið sérkennilegt hjá ykkar samtökum, þar sem þú ert í forsvari fyrir, að þið skulið ekki gera kröfu á hverjum aðalfundi það að allur fiskur sem veiddur á Íslandi fari á fiskmarkað. Já, maður þannig kannski passa sig á því hvað sem maður setur fram. Okkur hefur undanfarið og fjallað þetta á aðalfundum þótt mikið eðlilegra að segja að allur fiskur sé seldur á markaðsverði vegna þess að það segir ekki í lögum kjarasamninga sjómanna að útgerðarmanni beri að selja allan fisk á uppboði. Nei. Það segir að honum beri að selja hann allan gegn hæsta verði. Já, það er ekkert óeðlilegt við það. Það er tekið fram. Þetta er bara í lögum kjarasamninga sjómanna. Þannig að það er svolítið erfitt fyrir okkur að vera með ályktanir sem eru beint á móti lögum. En að sama skapi vitum við það að það er undantekning, algjör undantekning ef að fiskur í beinu viðskiptum er seldur á hærra verði en gildir á fiskmarkaðnum. Fiskmarkaðurinn er alltaf leiðandi. Hann er alltaf hliðsjón af honum og ég þekki það nú að menn eru að selja á fiskmarkaðsverði jafnvel afla sinn mínus uppboðskostnað. En svo má segja að menn verða að velja sér baráttu. Jú. Og við gerum okkur grein fyrir því að það næst ekki fram að fá allan fisk á markað. En manni hefði kannski haldið að menn gætu fallist á það að kæmu kannski 20% úr hverri veiðiferð hjá skipum inn á fiskmarkað. Færeyingarnir, eftir því sem ég skilist gera það þannig að þú kemur 10 tonn í land, þá þú skildur að setja 5 tonn inn á fiskmarkað og þá komið verð á 10 tonnin, þó að þú takir sjálfur 10 tonn, þá er það markaðsverðið sem gildir fyrir þann hluta af aflanum sem þú tekur sjálfur í fiskhús ef þú ert að verka fisk líka. Þá komið rétt verð. Við höfum verið með svona tillögur og þess get ég bara vita beint í álit samkeppniseftirlitsins frá 2012. Það segir bara og því beint í stjórnvalda að þeim beri að tryggja það að verð í beinu viðskiptum, innri viðskiptum eigi að vera á sama verði og á hæstu verðum og fiskmörkuðum. Þetta er bara eitt af 4 punktum sem lagðir eru til í þessu erindi. Eðlilegasta krafa og það kemur mér alltaf mest á óvart þessi afsláttar nálgun á fiskverði. Þetta er sem sagt afsláttur á launum sjómanna, afsláttur á útsvari, afsláttur á hafnargjöldum og þangað til núna afsláttur og veiðigjöldum. Nú er því kippt í liðin, eða er réttara sagt ekki kippt í liðin, því það er aðeins lagfært. Hefur ekki orðað það svoleiðis. Ég kallaði þetta ekki, var þetta ekki sama og hjá Sigmund og Bjarna, þetta kallast leiðrétting. Þetta er leiðrétting. Þetta er gott orð. Já. En ég bara ítrekka það sem ég sagði upp að þáttar, ég styð þessa framkomnu tillögu, en ég hefði frekar kosið að tryggt væri þetta sem samkeppniseftirlitið lagði til 2012, að það væri ekki tvöfalt verðlag og stærstu útgerðarnar borgi lægstu launin. Jú, en þetta náttúrulega, þessi breyting, við skulum gefa okkur það að þetta verði 10 milljarðar sem komi í aukið veiðigjald. En þetta hefur engin áhrif á sveitarfélögin í rauninni, ekki varðandi útsvarstekjur eða tekjuskattir ríkisins eða í hafnarsjóð. Þetta hefur ekki áhrif á það. Nei, ekki þessi einstaka. Ekki þessi gjörningur, En þar hefði auðvitað þurft og sveitafélög hringinn í kringum landið þurfa á því að halda að fá viðbóta tekjur og bara
þau sveitafélög sem eiga sjómenn hefðu þá fengið einhverja viðbót. Gaman að velta fyrir sér hvaða aukna strandveiðar í sumar muni hafa í för með sér? Það ég ætlaði nú að koma að því og spyrja ykkur hvað ykkur finnst það. Nú það á teikniborðinu að það verða 48 dagar og mun væntanlega skipta fiskvinnslur án útgerðar töluverðu máli. Það verður meira frambúð af fiski væntanlega á erfiðum tímum í júlí, ágúst. Jú. Maður veit ekki hvað áhrif þetta hefur, sko, því að samhliða þessu, sko, þá eru þrengt skilyrði, sko. Eignarhaldi, já. Og þannig að maður ættir að sjá hversu mikill afli berst á landi. Jú. Það má reikna miða við svipa fiskir og var í fyrra að þetta gætu þýtt 3-4 tonn í viðbót. Kannski ræður ekki neinum úrslitum neins þar en það getur létt undir eitthvað og þá kemur afli sem var lítið framboð af afla í júlí og ágúst í fyrra. Þá kemur það kannski eitthvað fram á haustið eða fram undir eða út ágúst. Já. Ég lýsti áður að í okkar fyrirtæki að þá þetta orðið algjör lífæð í rekstrinu. Þetta besti markastíminn með ferskan fisk, það sumarið. Já. Þrátt fyrir gagnrýni að það sé ekki þannig og ég fagna því gríðarlega að það sé horft til hagkvæmari rekstrar í strandveiðinni. Það mikið eðlilegra að það sé tekið burt þetta keppni. Þetta eins og svona gullæði eða þannig þegar öllum bátunum hleypt af stað og svo sitja Austfirðingarnir eftir aflalausir. Þannig ég fagna þessu bara mjög og eins og þú segir 3-4 tonn. Þetta dropi í hafið, þetta allt innan skekkjumarka. Já. Og það veit enginn heldur hvort að þetta verður svona í næsta sumar. Nei, við vitum ekkert hvaða ríkisstjórn næsta sumar. Nei. Það nú bara eins og öll þessi óvissa á sama tíma og kalla þessi stærstu fyrirtæki á fyrirsjáanleika en hvorki við í alþingismennirnir höfum hann. Nei, en bara í atvinnurekstri almennt hægt að reikna með að fara að gera kröfu fyrirsjáanleika. Við þurfum bara ekki annað heldur en ef ekki getur bóndi gert kröfu það að grasið hans vaxi. Hann þarf að lifa með því að það misjöfn spretta á túnum og sama í hafinu, það tíðafar og fiskgengd og Jú, það ekkert ár eins í fiskveiðum. Nei. En ég held að þessi 48 dagar hafi ekkert nema jákvæð áhrif á strandveiðarnar. Það búið að gagnrýna fyrir óskilvirkni og ef þið hugsið starfsskilyrði strandveiðimanna sem eru í endalausu kappi, annars vegar magn per dag, annars vegar veður, annars vegar öryggi og þetta að ná afla meðan enn dagar í boði. Þetta miklu eðlilegra. Menn geta haga sér eftir veðri og vindum og það til göttunum. Ég held að þetta sé bara mjög gott. Þetta eykur öryggi sjómanna. Það gerir það. Og dreifir, þeir ættu að fá að meðaltali hærra verð vegna þess að ég tel að magnið muni dreifast yfir lengri tíma, menn hafa þarna 48 daga sem geta dreift á 4 mánuði. Jú. Reyndar ekki, það eru 12 dagar, ég held að verði miða við 12 daga í hverju mánuði. Já. Þannig að þeir geta ekki róið 30 róðra. Það eru bara 4 dagar í viku sem þeir mega róa, mánudag, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag. Þeir geta náttúrulega aldrei róið 30 daga í mánuði því að það eru bara 16 mánudagar, þriðjudagar, miðvikudagar og fimmtudagar í mánuðinum. Já. Þannig að þetta mun dreifast meira og ég myndi halda að
þeir dagar sem að fiskverðið hefur verið lægst, þeir munu svona heyra svolítið sögunni til með það sem hefur stundu verið. Já, það verður náttúrulega bara að koma í ljós hvernig... Ég held að mesta breytingin í þessu verði einmitt þessi að veiðin dreifist, en ég held að það sé óvíst hvort að veiðin aukist mikið í heild. Já, svo það. Það kemur á eftir að koma í ljós. Svo á það bara eftir að koma í ljós. Það veit enginn hvernig það kemur út. Það verður bara að láta reyna á það í rauninni. En þessi útflutningur á fiski þarf ekki að tala það hvaða fyrirtæki að gera þetta, að flytja út óunninn fisk. Einhverjar upplýsingar hafði ég það að Samherji væri næststærsti útflytjandi á óunnum fiski til Þýskalands eða Póllands, annarkvort átti það nú að vera. Já, Samherji náttúrulega með vinnslu í Þýskalandi. Í Þýskalandi. Já. Og svo var fyrirtæki í Hafnarfirði sem var að flytja út mikið til Póllands og víðar. Já, það er eitt stærsti útflytjandi af heilum fiski, hann sjálfstæður aðili sem bæði kaupir á fiskmarkaði og fær beinni sölu líka frá útgerðum. Já. Og það í rauninni nokkrir sjálfstæðir aðilar í þessu líka. Já. Og svo eru líka erlendir aðilar sem að kaupa markaðnum heima. Já, láta bara handera það fyrir sig til útflutnings. Já. Ísa og græja það í skip. Já. Kom nú aðeins inn á þetta áðan, ég held að stjórnvöld ættu og ég skora á stjórnvöld að gera það að kafa eins onni í þetta. Þetta eru ekki margir aðilar og það þyrftir svona svolítið að horfa á þetta. Og það sem mér hefur fundist mjög áberandi hversu auðvelt það orðið að koma hérna inn og nánast hrifsa frá okkur störfin, hrifsa frá okkur verðmætasköpunina. Þetta orðið mjög auðvelt leið. Þó svo að það séu hömlur á erlendri eignaraðild og svoleiðis í íslensku sjávarútvegi. Já, meðan mega versla á fiskmarkaðunum eins og Íslendingur væri að ræða. Svo sjá fiskmarkaðinir fyrir þessa erlendu aðila að ganga frá fiskinum í gáma. Þannig að það vera auðveldan mönnum að koma hráefninu úr landi. Já. Þetta kemur aftur inn á þessa stefnumótun stjórnvalda sem ég var að tala ef það væri hægt að stoppa til dæmis að fiskmarkaðar gætu gert svona hluti. Það væri hægt að gera kröfu að þetta allt sett í kassa, hvort sem við köllum það fröðbladskassa eða einhverja aðra gerða kossum. Það eru ýmsar leiðir færar eða eins og þú segir Rúnar, bara reynlega að búa til lögum það væri ekki hægt að flytja þetta út. Já, ég alltaf þeirra skoðunar að maður bara eigi að fara hreint í verkið. Já, veri ekkert að gera einhverja svona málamyndan til að kæfa málið eða að gera þeim þetta ókleift með einhverjum svona hvað ég var að kalla krúsidúllum. Það svolítið svona hætti því að það alltaf, þegar þú setur girðingu þá finnur rollan alltaf á endana leið til að fara í kringum girðingu. Já, ef það eru sníðugar þá ger það. Já, það nú svolítið þannig. Og þar alveg þetta held ég, og ég bara vil ekki leiðilt að vera að klífa á því að mér finnst þetta að stjórnvöld þurfa að ákveða það. Það ekki okkar í geiranum að ákveða þetta. Stjórnvöld þurfa að ákveða. Hvernig höldum við á þessum auðlindum? Hvernig ætlum við að hámarka það sem við fáum út úr þeim? Og það alveg ljóst að við erum að láta frá okkur gríðarleg verðmæti með því að láta hráefni renna úr landi. 50.000 tonn óunnið á ári eru, hvað gefið þið ykkur ef að það væri 70% hráefnisverð upp úr sjó sem komið og þá 30% í viðbót?
að 50.000 tonnum, þetta eru náttúrulega allar tegundir eða flestar tegundir. Rauninni sko, þeir sem að ná mestum virðisauka út úr vinnslunni, þeir eru að ná að talsett meiru heldur en 30% virðisauka. Þetta eru gríðarleg verðmæti. Já. Ég hendi fram svona mjög gróf reiknað að við gætum verið að tala á bilinu 500 til 1000 störf. Ég held að sé alls ekki langsótt að segja það. Það getur vel verið að ég sé grófur en þetta bara, ég ætla bara að setja það þá fram sem hugleiðingu. Með svona óbeinum störfum með þeir sem beinlínis ekki endilega og ég held að það sé mjög auðveldlega hægt að segja að þarna liggi bara svipu tala eins og verið að tala í auknu veiðigjöldum. 10 milljarðar. Já, ég leiði ekki meira þó en það. Það svo auðvelt að fullira. Ég ætla frekar að fullira að það sé eitthvað lágmarkstala. Já. Þá náttúrulega sjá menn það að þetta eru verulegar upphæðir sem þetta skiptir máli. Já, ég tel þetta sem mun hærri. En er ég að segja ég var að láta mig þetta í huga að þetta væri eitthvað sem héti 30 milljarðar á þeim forsendum þegar þú tekur bara upphæðina fyrir hvert þorskígildustonn og breytir þessu hvort sem það er ísa eða karfi eða ufsi eða hvaða tegundir sem þetta eru, að þá sé þetta eitthvað á bilinu 30-35 milljarðar í brúttó og náttúrulega þá á þetta að borga vinnulaun fyrir þetta og náttúrulega búið að borga hráefnisverð og annað. Út að tala 50.000 tonn upp úr sjó að blönduðum afla. En hvað sem það þá það bara þarf að skoða þessa hluti onni í kjölinn þannig að menn viti svona hvað þetta þýðir verðmætasköpunin ef hún er 30-40% þegar það er búið að borga hráefnisverðið. Það er ljóst að blaðamannafundinum í gær að þetta reikningsklögga fólk hefur setið og verið að reikna. Já, það kom fram. Og ég treysti þessu fólki. Og þau voru búin að reikna hvað þjóðin hefur orðið af síðustu 30 ár eða 35 ár. Og þau vita hvaða uppæðir það eru þó þeir hafi ekki sagt það uppátt í gær. Þannig ég segi bara að ég treysti þessu fólki eiginlega betur en sjálfum mér til þess að reikna þetta sem við erum að fabúlera með hér. Já. Ég held að þetta sem stundum hefur verið kallað eftir auknu framlagi úr sjávarútveginn. Ég held að það liggi mjög víða og þetta snúist að opna þessu augu fyrir hinum ýmsu hliðum á þessu. Já. Og ég held að þetta sé líka að hluta til birtingamynd samþjöppunar í íslensku sjávarútvegi sem var lagt að stað sem svona leið til hagræðingar munið þegar Þorsteinn Pálsson var hérna sjávarútvegsráðherra og það þurfti vissulega hagræða, flotinn allt og stór, bara spurning leiðir en svo fer þetta úr því að vera hagræðing yfir í að vera samþjöppun. Og það er þekkt í hagfræðinni að samþjöppun og svona alls konar tengdir markaðsbrestir, þeir búa til það sem kallast allra tap í hagfræðinni og þetta eru birtingamyndir þess þegar að hægt er að fara að reikna aftur í tíma við mistum þarna spónur raski okkar. Já. Við getum bara tekið sem dæmi að nýsköpun hún sprettur mest upp frá þessum litlu fyrirtækjum. Það voru þessi litlu fyrirtæki sem byrjuðu á að flytja út ferskan fisk í flugi. Ég mér bara minnist þættum að fylgdist vel með og þekkti þá kappa sem voru með tros í Sandgerði sem voru að byrja að flytja ferskan fisk út í eða Ístrós held ég í upphafi. Eiríkur Hjartarson og Logi Þormóðsson og voru svona frumkvöðlar í að flytja út fisk með flugvélum.
Svo komu stóru fyrirtækinu eftir, sko, þannig að það er hættuleg þróun að láta þessi litlu fyrirtæki fjara út. Já, það er alveg rétt og náttúrulega við eigum að hafa þetta þannig að öll blómin blómstri og sem flest. Og svo líka hefur þetta leitt til þess að þegar áþarf að halda, þegar berst mikill fiskur á landi og það er kannski ekki hægt að setja hann út í gámum. Hvort getur Kína eða annað. Já, þá vantar vinnslukjöt í landinu. Já. Af því að það er búið að draga svo úr henni. Já. Það er eitt líka. En þetta er dálítið svona skemmtileg umræða og svo núna heit umræða bara þetta frumvarp og svo náttúrulega var Hanna Katrín var að leggja fram annað frumvarp eignarhald á 20 stærstu sjávarútvegsfyrirtækjunum fyrir viku eða fyrir einhverju 10 dögum síðan og það var svona tilraun til að skoða betur hvernig eignarhaldið er á kvótanum kannski mest og hverjir eru komnir yfir 12% eignarhald og bara hvernig samþjöppunin í veiðiheimildum er og það náttúrulega verður væntanlega samþykkt það frumvarp og þá fer þessi eiginlega rannsókn í gang þetta eignarhald og svo tengdir aðilar. Ertu tengdur konuðinni sem þú giftur eða börnunum eða hvernig á að skilgreina það eða bróðinum eða þetta eru hlutir sem verið að fara yfir núna. Og núna erum við sennilega með 2 fyrirtæki sem hafa verið að brjóta þakið, þessi 12% sem að hafa verið í lögunum og þeir komast upp með það þessir aðilar að brjóta þessi lög. Það er dálítið sérstök upplifun að það er ekkert gert í því. Þetta er frábær viðleitni. Manni finnst það að þetta séu svona og strandveiðifrumvarpið og svo þetta með veiðigjöldin og manni finnst þessi ríkisstjórn vera að gera ákveðna hluti sem við höfum ekki séð til margar ára, verið að reyna að stokka eitthvað upp og skoða hlutin upp á nýtt og vonandi munum við njóta góðs af því eða landslýður, fólkið í landinu mun sjá kannski eitthvað ljós í endanum á göngunum. Mér finnst bara vert samt að geta þess í þessum frumvarpsdrögum sem eru í samráðsgáttinni að geta þess að sko það er 2 atriði að annars vegar við erum að fjalla þetta á sama tíma og þessi stærstu aðilar hérna heima hafa verið að presentera það að þeir vilja fá undan þáur frá þessum samþjöppunar lögum eða reglugerðum til þess að geta verið samkeppnisfærir á alþjóðavettvangi. Já, alþjóðamarkaði og ég verð að segja fyrir mig, mér finnst þetta umræða á svakalega hættulegu stigi. Það er bara mín tilfinning bara beint frá hjartunum. Og svo hitt að á heimsvísu hafa aðgerðir í samkeppnisyfirvalda þegar kemur að markaðsbrestum og samþjöppun hafa í auknum mæli færst í þá átt að horfa ekki til svona hlutfalla heldur horfa til þess skaða sem að markaðsráðandi fyrirtæki er að valda. Það eru mýmörg dæmi það að fyrirtæki hafi bara verið skikkuð til að minnka. Þau hafa verið brotin upp þegar þau eru farin að valda skaða. Það var gert í Bandaríkjónum fyrir 100 árum síðan þegar Rockefellerarnir sem áttu allt urðu að gjörbreyta sínu
ekki mörg ár síðan Bill Gates varð fyrir barðinu á svipuðum lögum. Þannig það er allt að skjóta því af. Já. Því að reglurnar... En þegar við erum að tala ákomu þessara stóru útgerða, það gleymist að þó þau sé að hafa verið að græða einhverja milljarða, þá gleymist að tala eigna aukninguna hjá þessum fyrirtækjum bara eins og síðasta ári, sennilega 120 milljarðar á síðustu 2 árum sem þeir hafa verið að kaupa skip og svo eru þeir náttúrulega farnir að fjárfesta í alls konar öðrum fyrirtækjum út allt þjóðfélagið. Þeir koma þar inn með, sem ég kalla nú stundum, ríkisstyrkin sem þeir fá hjá íslensku stjórnvöldum og eru að fjárfesta í tryggingafélögum, flutningafélögum, bönkum, og allstaðar í þjóðfélaginu, matvöruverslunum og alls konar fyrirtækjum. Þetta er náttúrulega, við búum í mjög... Allt tekið úr íslensku sjávarútvegi. Við erum mjög auðlindadrifið þjóðfélag. Já, það er gott á margan hátt. En það þarf að vera bara eftir sanngjörnum leikreglum og allir standi jafnir. Nákvæmlega. En þá kemur enn og aftur að þessari stefnumótun, þá þarf að tryggja þjóðinni að hún fái rentu af auðlindinni. Hvað sem auðlindin heitir, hún getur líka heitið vassréttur eða hvers konar orð. Þetta á við allt. Og rafmagn og nefndu það bara. Já, ég meina, firðir Vestfjarða, hvers virði er vassflaumur sem þar fer í gegn? Hvað marga milljarða hafa norsk fyrirtæki borga fyrir firði á Vestfjörðum eða Austfjörðum? Það er ekki mikið. Nei, ég er að segja, þetta er Við gefum auðlindir frá okkur, afhendu það fáum útvöldum og jafnvel ekki fyrir neitt. Megum ekki gleyma því, þú veist, ég er ekki að segja að ég sé ósammálaðir, en almennt með svona sérleyfi, því þetta eru sérleyfi, þá er nokkuð þekkt í heiminum að þau eru veitt í takmarkaðan tíma til þess að koma fjárfestingum af stað. Það er þekkt. Það er þekkt í byrjun. Í byrjun. Það er bara það sem ég vildi segja. Vegna þess að ég get alveg skilið þá nálgun. En eins og núna er fiskveiðistjórnunarkerfið okkar orðið jafn gamalt og við vitum. Hvað erum við að tala 40 ár? Að það er ekki, ég heldur getur sagt að við séum komnir yfir þennan fría sérleifa hluta og veiðigjaldið upp á 28 krónur. Lítur nú að teljast svona nokkuð sanngjarnt. Já, það er bara ríkisstyrkur í rauninni. Þegar þú getur leigt að svo frá þér á 500 krónur, þá getum við ekki kallað það annað heldur en 475 krónur í plús. Og þegar þú ert að leigja veiðiheimildi frá þér, þá er ekki nóg að þú látir þá borga 500 krónur fyrir kílóið, heldur borgaði líka 28 krónur sem þú ættir að borga ríkinu. Það er inn í verðinu. En strákar, ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Við gætum spjallað ennþá lengur saman og rætt þessi mál betur. En er eitthvað að lokum sem þið viljið segja? Já, ég vil bara enn og ítreka það að það þarf að auka fjölbreytnina í sjávarútvegi. Já. Og það þarf að passa upp á þessi litlu og meðalstóru fyrirtæki. Og þess vegna legg ég áherslu á það að sé ekki vera auka álögur á þau fyrirtæki. Því að fjölbreytnin er nauðsynleg og þar verður nýsköpun til. Og það þarf líka að passa upp á það að geta komið nýjir aðilar inn í greinina. En það er mjög erfitt í dag. Það er nánast ómögulegt og sérstaklega meðan að kvótin er bundin svona eins og hann er gerð, eins og þetta er gert í dag. Það þarf að hafa svigrúm til að leyfa mönnum að leigja veiðiheimildir af ríkinu í einhverju mæli ef þeir eiga bát og hafa getu til þess.
Nýsköpun og nýliðun, það væri gaman ef það væri ekki eingöngu bara eitthvað svona til að slá ryki augun á fólki. Heyrðu, látum þetta vera loka orðin. Þakku fyrir. Já, takk fyrir. Takk. Bless.